Við helgum okkur með Guði, signum okkur og segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Biðjum, Guð, þú sem ert athvarf í raunum lífsins, gefðu okkur öryggi og frið. Láttu þessa stund færa okkur von endurfundi og eilíft líf í ríki þínu. Fyrir Jesú Krist. Amen. Í predikaranum stendur: öllu afmörkuð stund og sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Að fæðast hefur sinn tíma
og að deyja hefur sinn tíma. Að gróðursetja hefur sinn tíma og að rífa upp í gróðursetta hefur sinn tíma. Að deyja hefur sinn tíma og að lækna hefur sinn tíma. Að rífa niður hefur sinn tíma og að byggja upp hefur sinn tíma. Að gráta hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma. Að harma hefur sinn tíma og að dansa hefur sinn tíma. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð: Drottinn,
Þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilíf til eilífðar þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær þegar hann liðinn. Já, eins og næturvaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Amen. Rísum á fætur og heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Marta sagði við Jesú, Drottinn, ef þú hefðir verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann um. Jesú segir við hann, bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisinu á efsta degi. Jesús mælti, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei al eilífu deyja. Og sæl eru við sem heyrum Guðs orð og varðveitum það.
Náð sé með okkur og friður frá honum sem var og er og kemur. Ég er upprisan og lífið, sagði Jesú við Mörtu í guðspjallinu áðan. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Hugleiðum þessi orð Jesú þegar við komum saman hér í Krosskirkju í dag til að kveðja og þakka fyrir hann Árna Erlendsson. Grundvallar stef kristinnar trúar er upprisan. Ef ekki væri fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum, væri kristin trú ekki til. Upprisu trúin, vonin, heldur okkur uppi. Það er hægt að rísa upp úr flestu, líka verstu sorginni og mesta sársakanum. En það er ekki auðvelt og við verðum aldrei sömu manneskjur og áður. En tíminn vinnur með okkur. Eins og stendur í predikaranum, öllu er afmörkuð stund og sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma, að harma hefur sinn tíma og að dansa hefur sinn tíma. Árni sem við kveðjum í dag var fæddur hinn 19. desember árið 1936 í Austurbænum á Skíðbakka og lést á kirkjuhvoli hinn 18. júlí síðastliðinn. Hann var sonur hjónanna Guðbjargar Jónasdóttur frá Hólmahjáleigu og Erlendar Árnasonar bónda og oddvita. Erlendur faðir hans var frá Skíðbakka og þar ólst Árni upp ásamt yngri systrum sínum tveimur, þeim Rögnu sem er látin og svo er það hún Sigríður Oddný sem lifir systkini sín. Á Skíðbakka var nóg að gera í búskapnum, svo skólagangan hans Árna var ekki löng, en einhverjir vetur þó hér í barnaskólanum á Krossi. Árni átti gott með að læra og hann hefði gjarnan vilja læra meira. En það var einfaldlega ekki í boði, enda nóg að snúast í störfum og bænum og hann var ekki hár í loftinu þegar hann fór að taka þátt í búskapnum. En þrátt fyrir þessa stuttu skólagöngu var hann ritfær með ágætum og hafði gott vald á íslenskri tungu. Hann bjó yfir mikilli tónlistargáfu og hann þurfti ekki í skóla til að læra að spila á harmoníkuna, píanóið eða munnhörpuna. Hann spilaði einfaldlega eftir eyranu og fannst það bara óþarfi að vera að gera eitthvað mál úr því.
Árni gekk ekki einn í gegnum lífið. Konan hans var Laufey Hauksdóttir sem ættuð úr Gufudalssveitinni fyrir vestan. Þau eignuðust saman 4 börn, en Laufey átti eina dóttur, hana Þóru Guðrúnu, þegar þau Árni kynntust og gekk Árni henni í föðurstað. Þóra Guðrún fædd árið 1967. Næst í röðinni Guðbjörg Edda, en hún var skírð leið og foreldrarnir gengu í hjónaband í desember 1969. Elva Björk kom í heiminn ári á eftir Guðbjörgu Eddu. Erlendur fæddist 2 árum eftir Elvu og Guðný Huld rak lestina 1 ári á eftir bróður sínum. Svo það var nóg að gera í smábörna uppeldi á fyrstu árunum. 5 börn á aðeins 7 árum. Tengdabörnin, það eru þau Kristinn Karl, Einar, Bjarni, Sara og Þorgeir. Og barnabörnin eru allmyndalegur hópur. Það hann Guðmar Þór, Stefán Smári, Lídía Rún sem býr í Noregi en hún á ekki heimangengt og hún sendir hingað sínar bestu kveðjur. Sindri Snær, Andrea Hrund, Heimir Árni, Árni Haukur, Laufey Petra og Mundína Ósk. Og svo eru það 4 langafabörn. Árni og Laufey höfðu búskap á Skíðbakka 3 árið 1968. Þá höfðu þau búið einn vetur í Vatnshól. Þau fluttu inn í húsið sitt, hálfbyggt, með slatta af bjarsýni, plast í gluggunum og eldhúsinnréttingu úr kassafjölum og appelsínukössum. Þau höfðu nóg að snúast fyrstu árin sín á Skíðbakka með barnahópinn og búskapinn, en Árni sinnti líka ýmsum öðrum störfum en bústörfunum. Hann var oddviti eins og pabbi hans hafði verið. Svo var hann líka hreppstjóri til margra ára. Hann var kjörinn í hreppsnefnd Austur-Landeyja 3 sinnum og var oddviti hreppsnefndarinnar. Hann tók þátt í að sigla hreppnum ásamt öðrum í sameiginlegt sveitarfélag Rangárþing eystra. Þrátt fyrir það hún væri það nú ekkert sérlega ljúft, en þá sá hann að þetta var hið eina rétta. Þessu fylgdi seta í ýmsum samstarfsnefndum sveitarfélagana eins og stjórn kirkjukvóls, héraðsnefnd og margt fleira. Hann var hreppstjóri Austur-Landeyja frá árinu 1965 og svo Rangárþings eystra eftir það þar til það embætti var lagt niður og verkefnin færð undir sýsluskrifstofuna. Hann var gjaldkeri ræktunarsambands Landeyja í 6 ár og svo tók hann virkan þátt í starfi ungmennafélagsins og stóð ásamt fleirum að stofnun björgunarsveitarinnar. Hann var fyrsti skólabílstjóri Austur-Landeyjahrepps eftir að skólinn var fluttur frá Krossi í Gunnarshólma. Hann stundaði alltaf búskapinn á Skíðbakka meðfram akstri, en auk þess rak hann langt árabil vörubíl. Hann var með vörubíl og kom meðal annars að vinnu við Búrfells, Sigöldu og Hrauneyjarfossvirkjanir. Það voru náttúrulega fleiri en einn vörubíl. Það voru ábyrgðarflutningar og malarrekstur fyrir sveitungameðalverkefna, en á upphafsárum ræktunarsamband Landeyja vann Árni á jarðýtum félagsins og fór á milli bæja. Hann var einstaklega heilsuhraustur og rammur af afli og það kom sér vel þegar kom að áburðarflutningunum, en þeir köðust mikilla hreysti þegar pókunum var enn staplað og þeir síðan teknir af á bæjunum. Á vorin var mikið að gera við áburðarflutningana frá Gufunesi til bænda í sveitinni, en hann gaf sér þó tíma eitt vorið og leyfði Guðbjörgu og Elvu að koma með sér í bæinn. Svo þær gætu nú fengið að sjá kvikmyndina Grís, sem var að slá í gegn á þessum tíma.
Fyrst fóru þau í Gufunesið og náðu í áburðinn. Svo fóru þær í bíó og pabbi fór með. Sem svaf reyndar meirihluta myndarinnar og hraut hátt, þeim til mikillar gleði eða hitt og heldur. En þær sáu að minnsta kosti myndina og nutu tónlistarinnar þrátt fyrir hroturnar. Það verður eiginlega að fylgja líka ein saga af Árna og einum af vörubílunum hans. Árni hafði oft ekki mikinn tíma til að sinna viðhaldi sem skyldi. Einu sinni var talsverður söngur í gírkassa á einum bílnum hans og hann hafði smá áhyggjur af þessu sem von var. Eitthvað dofnaði og hljóði með tímanum og var hann að mestu hættur að taka eftir því. En þá kom áfallið. Kassinn sagði stopp og var allt blátt og brotið þegar að var gáð. Og þá kom hinn fræga setning: Nú, ég hélt hann væri komin yfir þetta. Öll börnin frá Skíðbakka eiga góðar minningar ferðir með pabba í vörubílum og á traktorum. En lífið hans Árna snerist að miklu leyti bíla og að tala bíla og velta bílum fyrir sér. Hann skrapp ungur á vertíð til Vestmannaeyja og sendi glaður heim bréf til að láta vita að hann hefði nú keypt sinn fyrsta bíl. Hann var með ólæknandi bíladellu sem kom sér vel þegar koma fyrstu bílakaupum barnanna, en þá var hann þeim til innan handar. Svo hafði hann gaman að því að ferðast og vílaði ekki fyrir sér að keyra norður á Siglufjörð til Guðnýjar og fjölskyldu helst á hverju ári og síðasta ferðin hans til Siglufjarðar var farin í fyrra, en þá var hann viðstaddur útskrift eins af barnabörnunum sínum. Minningar barnanna afa eru margar og það sem sameinar allar er tónlistin. Afi að spila ýmista píanóið, harmonikuna eða munnhörpuna. Svo þurfti að passa sig að hlaupa hratt fram hjá stólnum hans í sjónvarpshólinu, svo hann næði nú ekki í þau til að kýtla. Útilegurnar, þar sem fólkið hans var nú dreift landið og jafnvel erlendis, að þá var reynt að hittast einhver staðar miðsvæðis og eiga saman góða stund. Árni og Laufey fluttu á Selfoss árið 2005. Þar undan sér vel, söng í kór eldri borgara á Selfossi og einnig tók hann þátt í gönguhópi Magnúsar Hlins í nokkur ár. Svo skildu þau hjónin árið 2013. Það átti ekki við Árna að vera einn og hann var ófeiminn við að ræða það við dætur sínar. Þegar hann og Guðbjörg fór í ferðalag sumarið örlagaríka með fellihýsið landið og heimsóttu meðal annars Tóru og fjölskyldu sem þá bjuggu á Þórshöfn og Guðnýju og hennar fjölskyldu á Siglufirði, þá bar þetta meðal annars á góma. Fljótlega upp úr því fann hann góða vinkonu og félaga í Margréti Karlsdóttur, eða Möggu eins og hún var alltaf kölluð. Þau bjuggu saman í Grænumörkinni, ferðuðust bæði innanlands sem utan og áttu gott ævikvöld saman. Þau heimsóttu meðal annars Guðbjörgu og hennar fólki í Noregi eitt árið og svo var Kanarí í uppáhaldi. Eftir að þau hættu að geta farið til Kanarí, þá bjuggu þau sér til eigin Kanarí með því að byggja yfir svalirnar hjá sér. Margrét lést í október á síðasta ári og flutti Árni á kirkjukól í þeim mánuði. Hann var afskaplega ánægður og þakklátur með vistina, þar sem hann var meðal annars og meðal annara einn af þeim sem stuðlaði að byggingu heimilisins á sínum tíma. Vilja aðstandendur þakka fyrir frábæra umönnun og þá þakkaðu einnig fjölskyldu Margrétar fyrir vinskap og hjálpsemi árin sem að þau áttu saman. Verkefnin hans Árna í gegnum lífið voru margskonar og verkefni okkar hér á jörðu eru í raun og veru sára einföld. En þau eru að mestu fólgin í því að við mætum
hvert öðru í gleði og sorg og tökum þátt í lífinu hvert með öðru. Þá miðlum við öll visku og blessun, huggun og styrk. Við eigum að vera hvert öðru og samferðarfólki okkar til gagns. En einmitt þar það kærleikur Guðs sem mætir okkur. Þegar við vöknum á hverjum morgni og við blasa nýjir möguleikar og ný tækifæri til að verða öðrum til gagns, þótt það sé jafnvel ýmislegt í okkar eigin lífi sem erfitt og sárt. Og síðan þegar dagar okkar eru taldir, þegar við höfum varið lífinu öllu sem okkur gefið, þá megnum við að vona og reikna fastlega með því að Guð sé einnig á bakvið dagana, í dauðanum og myrkrinu sem honum virðist fylgja, að þar mæti Guð okkur með gleðina, ljósið og eilífa lífið. Blessuð sé minningin Árna. Megi minningin lifa með ykkur ástinum hans öllum, vinkonum og vinum, og megi algóður Guð varðveita hann að eilífu. Fyrir nærveru sína og náð, huggun og styrk sé Guð í dýrð, Föður og Syni og heilögum anda. Amen. Að athöfn lokinni þá verður kistan hans Árna borin út og hún verður sett hérna á búkka hérna til hlíðar við kirkjuna. Og þar getið þið hvatt eins og þið viljið með því að signa yfir kirkjuna, yfir kistuna. En svo ætla nánasta fjölskyldan að bera kistuna út í garð og svo hittið þið öll á eftir í erfidrykkjunni þar sem ykkur að sjálfsögðu öllum boðið, en hún haldin í minningu Árna í Gunnarshólma. Og ég heyrði það sagt að það væri hangikjöt. Sem englarnir syngja, sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hin sem lifum í trú, að ljósi bjarta skæra. Vekið þig með sól að morgni, vekið þig með sól að morgni. Drottinn minn faðir lífsins ljós, lát náð þína skína svo blíða. Minn styrkur þú mín lífsins rós, takk burt minn myrka kvíða. Þú vekur hann með sól að morgni, þú vekur hann með sól að morgni. Faðir minn láttu lífsins sól, lýsa sorgvænt hjarta. Hjá þér ég finn frið og skjól, láttu svo ljósið þitt bjarta. Vekja hann með sól að morgni, vekja hann með sól að morgni. Drottinn minn réttu sorgmæddri sál, svala líknar hönd. Og slökk þú hjartans harma bál, slít sundur dauðans bönd. Svo vaknar hann með sól að morgni, svo vaknar hann
Biðjum, Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú okkur. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú okkur. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú okkur. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrir búið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar trúlausum og til vegsemdar fólkinu þínu. Kærleikans Guð í orði þínu lesum við að við eigum að fagna með þeim sem gleðjast og gráta með þeim sem syrgja. Í dag komum við saman fjölskylda, vinkonur og vinir Árna til að gráta og syrgja, en einnig til að fagna. Fagna í þeirri fullvissu að hann er farinn til fundar við þig. Við þökkum þér fyrir allt það sem hann var og veitti okkur og öðrum í gegnum lífið. Styrktu og hjálpaðu öllum ástvinum hans og vertu nálægur í sorg þeirra. Veittu þeim huggun, styrk og blessun þína. Í Jesú nafni. Amen. Svefni, sígur
felum við í bæninni sem að Jesús kendi og við segjum upphátt saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í frystni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Rísi nú á fætur og þau sem treysta sér til og við stöndum til loka athafnarinnar. Lofaðu sé Guð og Faðir drottins okkar Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu myndu aftur verða.
af jörðu myndu aftur upp rísa. Drottinn minn, gef dánum ró, en hinum líkn lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sín ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sín augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Og Guði sé þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir Drottinn okkar Jesú Krist. Amen.